Þetta Helgi, sælverði. Þetta myndin sem þú talar þannig að ég sýnir hana bara hér. Þarna gömul teikning af Gullfossi. Og af Esjunni. Svo fer ég hérna yfir nokkra myndir þar sem við Mari við vorum í því hérna allar tvistur að leita að steini, hentum steini fyrir þennan minnisvarða. Og hérna eru þeir meistararnir, Mari og Arnar og Helgi og Kári, að skoða aðstæður. Og við Mari fórum fljótlega og eftir þessar pælingar af dagsetningu fórum við það að leita að hendugum steini og svona steinn fyrir svona minnisvarða, svona hálfgerður bautasteinn. Sjóvarnargarðurinn þarna á eyðinu, hann ansi hár, þannig að steinninn þarf helst að ná upp fyrir garðinn. Og við byrjum þarna á eyðinu og nærtækast náttúrulega að leita þar, en steinarnir þar flestir voru bara svona í minni kantinu. Og við tókum einn og hérna hendum honum á staðinn, en svo kom það bara í ljós að hann var bara aðeins of lítill og ekki nógu spennandi. Hérna eru nokkra fleiri af eyðinu, en náttúrulega besti staðurinn til að finna volduga steina í svona í Prestafjörðu eða í Viðlagafjörðu sem var. Og þar til dæmis hafa komið margir steinar í mörg minnismerki hérna á Viðlagafjörðu. Kitt og Heppurinn hafa snillingur að finna þar. Og ég meðal annars notaði þaðan í minnisvarðan fyrir Magnúsarbakari sem reistur í fyrra. En þannig að fyrst að við fundum ekki neitt hentugt á eyðinu, bæði í lagi og stærð, þá fórum við í Prestafjörðu. Það var blíða. Þarna í Prestafjörðu voru ansi margir álitlegir steinar og við Mari skoðum þetta og hérna fundum þarna nokkra góða og stóra og svo spurði ég Mara, á ég ekki að merkja þetta svo að þú finnir þetta aftur? Nei, ég man þetta allt saman. Svo gerði ég ykkur að austanbrælu og menn voru eitthvað uppteknir, hérna græjukallarnir og gröfukallarnir. Og svo næst þegar það var komin yfir Prestafjörðu þá var þetta allt horfið. Það að sjórinn var búinn að fleygja þessu til og frá, þannig að við þurftum að byrja upp á nýtt og leitum að steini þarna í Prestafjörðu, þá var bara komið nýtt úrval. Og hérna kemur annarsinni. Svona steinn eitthvað 2-3 tonn, þannig að hann ætti nú að standast veðrinn á eyðinu. Mari snillingur hérna með valdasteinin. Við tölum að hann svona með svona tá eins og, eða svona eins og ballerina. Við sjáum hvernig táin
skagar þarna fram. Þannig að við reyndum að stinga honum niður, tánni niður í svörðin á eyðinu. Og það voru margir snillingar sem komu að þessu, Mari og Jói Laufási og fleiri góðir sem við kannum ekki nefna. Þetta var svolítið kunst að koma honum á sinn stað og stilla honum rétt upp af því hann er nú svona eins og hann er, botninn á honum. Og þannig að það þurfti að stífa þetta af og bora hérna fyrir hérna teinum, fyrir sökkulinn. En þetta hafðist allt saman með hjálp góðrumanna. Og hérna er einn tillagan, ég gerði nokkrar tillögur, tók myndir af öllum steinunum og mældi og gerði nokkrar tillögur í réttum hlutföllum. Og svo er hérna bara sjálft skiltið sem við sjáum á eftir mér á eyði. Takk fyrir. Ágætu gestir, nú eru framhaldið dagskránni sem við vorum að koma frá í Safnahúsinu og það var það ráði að ég segði hérna nokkur orð og áður en séra Guðmundur Örn Jónsson tekur til máls á eftir. Það var í fyrsta skipti núna helgina og samkomin í dag þar sem var sett fram heildstæð grein þennan hörmulega atburð sem gerðist hér fyrir nákvæmlega 100 árum síðan. Þennan dag bar þá upp á þriðjudag. Það er búið að fara vel í gegnum tilurðina, hvernig þetta gerðist, hvað lög og reglur voru í gildi og hvað þetta hafði mikil áhrif á allt samfélagið í. Það var fyrir 3 eða 4 árum að ég nefndi við Helga Bernódusson hvort að hann væri til í það að skrifa þetta heildstæða grein að því að þrátt fyrir þessi atburður að vakið mikla athygli hér á landi þá byggðu greinarnar flestar fyrir utan samantekt Páls Kolka á því að menn skrifuðu svona meira og minna hver eftir öðrum. Og það var mikið sjóslys á þessum árum. Vélbátaöldin var nýgengin í garð 1906 inn í Eyjum, bátarnir smáir, siglingatæki lítil og lítið björgunartæki. Þannig þetta kom ofan í mjög erfið slysár. En það sem var svo óvenjulegt við þetta slys, þetta gerist hér við bæjardyrnar og þarna farast 8 fullfrískir menn og líka óvenjulegt að 7 þeirra eru jarðaðir allir í garðinum. Hér kirkjugarðinum hlið við hlið, en yfirleitt gerðist það þegar svona hörmuleg sjóslys áttu stað það fannst enginn. Þannig að þetta var í minningunni mikið slys og eitt af þetta mörgum sjóslysum hér við Eyjar og allt í kringum land. Árin liðu og fyrir 10 árum þá minnist ég þess að Halldór Axelsson flutti erindi afa sinn og nafna þegar við minntust 40 ára afmælis heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja og hér þá upp í Safnahúsi á því sama gólfi sem vorum áðan. Enn og aftur rifjar fyrir mér þetta slys og samkvæmt fyrir þessum 3-4 árum tala ég við Helgu þetta. Nokkru eftir það minnustu á þetta við Kára og tíminn líður og við ákváðum það nokkur neginn að við myndum stefna á þennan dag. Hugmyndin að því að koma upp minnisvarðum hérna á eyðinu kom frá Helga þegar hann var byrjar á sínu verki og síðan var ákveðið að reyna að gera þetta nú helgina. Við stefndum í sjálfu sér fyrst á daginn í gær en veðurspáin var þannig að við áður miðja síðustu viku þá festum við þetta hér niður. Ég vil nota þetta tækifæri áður en gefa Guðmundi orðið að þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu. Þetta hefur kostað heilmikla vinnu, mikla heimildavinnu, mikið á Helga, Kára, Gunnari og Marino og þeir félagar Marino og Gunnar eru alveg ótrúlegir og þegar þeir fóru þetta þessum saman í vondaveðrinu. Helgi fór með í fyrra skipti fyrir eitt fókin út í sjó og þá hafði hann ekki búið með greinina, það hefði verið mjög slæmt. En hvað það, allt hafðist þetta og hér stöndum við í dag. En við horfum hér á þennan texta sem og ég held að þrátt fyrir það að það sé búið að sýna hann á skjánum, þá finnst mér alveg ástæðu til þess að við endum þessa, sem ég segi hérna, í kjölfar spænsku veikinnar. Alltaf talaði fram í hópinn. Í kjölfar spænsku veikinnar
Guðrún var að minna mig á að Tala ég fram. talaði vitlaust Og Jói kemur á ljósinu. 1918 var sett upp var mjög hert á sóttvörnum í skipum sem kom frá útlöndum. Var lækni skylt að fara borð í skip þar sem þeim komu fyrst að landi. Hinn 16. desember 1924 kom Gullfoss til Vestmannaeyja frá Kaupmannahöfn, en náði ekki til hafnar vegna austan hvassviðris og leitaði því vars og afgreiðslu gerð norðan við Eiðið. Árabátur með 9 mannum var settur á flot norðan við Eiðið til að koma lækni og afgreiðslumanni borð í Gullfoss. Há alda velti bátnum skammt frá fjöruborði og lentu allir mennirnir í sjónum. Sterkt útsog og harður sjávarstraumur og aðdýpi við Eiðið olli því að enginn þeirra náði landi. Drukknuðu 8, þar á meðal læknirinn, en einn bjargaðist lifandi af bátnum. Þeir voru á aldrinum 21 til 49 ára, 5 heimilisfeður. Á þessum degi urðu 19 börn föðurlaus. Þeir sem létust í slysinu voru Halldór Gunnarsson Kerastlæknir, Kirkjuhvoli, 49 ára, Ólafur Gunnarsson, skipaafgreiðslumaður í Vík við Bárustíg, 25 ára, Bjarni Bjarnason, bátsformaður á Hoffelli, 39 ára, Guðmundur Eyjólfsson, sjómaður í Miðbæ, 38 ára, Guðmundur Þórðarsson, vélstjóri á Akri, 46 ára, Snorri Þórðarsson, útgerðarmaður í Steini, 42 ára. Kristján Valdarsson, sjómaður Sandgerði, 21 ára. Guðmundur Guðjónsson, sjómaður í Kirkjubæ, 24 ára. Lík allra mannanna fundust nema Ólafs Gunnarssonar og eru þeir jarðsettir hér í Kirkjugarðinum. Ólafur Vilhjálmsson, sem fæddur 1900 og lifði til 1972, formaður á Múla, var svo eini bátsverja sem lifði slysið af. Blessuð veri minning þeirra. Ég vil þá áður en að Guðmundur tekur til máls þakka öllum sem sagðan sem kom að þessu verki, voru fjölmargir. Vestmannaeyja bær styrkti svo sannarlega þetta verkefni með verkefninu viltu hafa áhrif. Sama gildi að SAS kom að þessu verkefni, menningarsjóður þar, miðstöðin kom að þessu verkefni og setur 1627 hér kom líka að þessu verkefni með okkur. En svo lögðu líka margir fram ómælda vinnu og hér stöndum við hliðina á þessum blágrýti steini sem eru úr Prestarfjöru og með þetta minnisvarða sem vonandi vekur þó athygli sem hann á skilið og minnir okkur á hverfuleika lífsins. Ég vil líka, þegar maður segir frá þessu öllu saman, þá skulum ekki gleyma því að það voru mikið sjóslys á þessum tíma. Og við skulum minnast allra þeirra sem hafa farist í sjóslysum við eyjar eða tengd eyjum þar sem áhöfnin var, minnast þeirra með mikilli hlýju og virðingu. Takk fyrir. Guðmundur, gjörðu svo vel. Ég langar svona í upphafi að tengslum við slysavarnir sjómanna að fara hér lesa fyrir ykkur sjóferðabæn sér Oddsvaf Gíslasonar. Hann var fæddur 1836 og dó 1911 en hann var hérna mikill svona frömuður öryggi sjómanna og sjómaður sjálfur, prestur í Borgarfirði og í Grindavík, endaði svo sem prestur í Kanada og tók þar líka læknispróf, orðinn vel fullorðinn maður. Og þessa sjóferðabæn afhentum við sem sagt hér prestarnir hverjum gullbát sem er nýr hér í eyjum. Það er platti sem er síðan hengdur upp í brú. En bænin er svona: í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda, almáttigi Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottinn minn og Guð minn, þegar ég nú ræð til fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika skipsins gegn huldum kröftum lofts og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig í Jesú nafni að leiða oss á djúpið, blessa oss að vorum veiðum og vernda oss að vér aftur farsalega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvini vora og leif oss að fagna aftur samfundum, svo vér fyrir heilags andanáð samhuga flytjum þér lof og þakkargjörð.
og Drottinn gef oss öllum góðar stundir, skipi og mönnum í Jesú nafni. Amen. Algóði Guð, biðjum þig að blessa þessa stund, blessaðu minningarnar sem þessi minnisvarði og þessi stund er helguð. Við þökkum jafnframt framlag allra þeirra sem komu að gerð þessa minnisvarða, blessa verk þeirra og huga. Blessa minningu þeirra 8 sem fórust hér þann 16. janúar 1924. Við biðjum þig, Drottinn, að veita öllum þeim sem farist hafa á sjó þína eilífu hvíld og þitt eilífa ljós lýsi þeim, þau hvíli í þínum friði. Hugga þau sem eigum sárt að binda, syngdu hverja minningu, varveit hverja von og þerra hvert tár. Við þökkum líka sér hverja björgun úr hættu og minnumst þess að Guð sleppir hendi sinni aldrei af börnum sínum, hvort sem í gleði eða sorgum, í Jesú nafni. Amen. Svo ætla ég að minna hér á í lokin að Mari kom hér með svona friðarljós sem að ég held að væri vel við hæfi að tendra á þessari stundu, annarkvort hér við minnisvarðan eða hreinlega hérna upp á garðinum hérna. Tækifærið fyrir hönd okkar sem að leysum þetta verkefni, þakka enn og aftur fyrir alla aðstoðum sem þeir hlutu við það og sem voru fjölmargir og að það búinu segir þessari formlegu athöfn lokinni og þakkum kærlega fyrir komuna.